foreldrar mínir sem það alveg eru trúaðir svona þannig en það var engin lifandi svona trúrækni þannig að við fórum ekki til kirkju og ekkert. Svona því ég var unglingur þá var ég alveg á móti kristni. Fannst þetta ótrúlega hallærislegt og bara tengdi engan veginn við þetta. Var svona, hafði rosalega mikið áhuga á svona andlegu dóti, svona eitthvað spiritism og þá og eitthvað sniðugt. En tengdi aldrei einhvern veginn að sko Jesú væri náttúrulega andlegt málefni. Mér fannst það bara eitthvað sem kom mér ekki við. Þannig að ég var svona pínu á milligötum. En svo fór ég í svona sinfóníuhljómsveit fyrir ungt fólk því ég var 18 ára og þá kynntist ég strák sem var að læra að verða kaþólskur prestur, sko þýskur. Og það var kannski ekkert endilega eitthvað sem hann sagði við mig eða gerði og hann var ekkert að tala um trú eða neitt þannig. En það var bara, þú veist, allt lífið hans var eitthvað svo flott. Þú veist, hann var brjálæðislega gáfaður, ótrúlega svona skemmtilegur og viðurkennilegur og bara með einhvern veginn allt á hreinu. Og þá fór ég eitthvað að hugsa að svona, ef svona manneskja er tilbúin að bara fórna lífi sínu, þú veist, fyrir Guð, þá hlýtur bara eitthvað að vera, þú veist, á bakvið. Og þannig að það var eiginlega svona fyrsta kornið sem ég fann fyrir, sko. Svo bara svona einhvern veginn, ég kynnist manninu mínu því ég er svona 21 og hann var svona trúaður svolítið, sko. Og hann var alltaf agalega sætur og er agalega sætur og skemmtilegur. Þannig að ég ákvað, ég vildi nú svona frekar fara í þá átt sem hann var að fara heldur en í þá átt sem ég var að fara og fór svona kannski aðeins að hugsa bara á hvaða leið ég var sem var náttúrulega ekki góð leið. Og hann var svona aðeins nýbyrjaður að fara í Philadelphia. Byrjaði á Alfa og svona var búinn að kynnast einhverju fólki og svona ég elti hann eiginlega þangað og þannig svona eiginlega byrjaði það. Og þetta er svona kannski ekki beint. Þú veist, ég get ekki sagt eitthvað á þessum degi klukkan 4 þá bara kom hérna. Þetta er meira svona bara síaðist svona inn sem er mjög gott af því ég er rosa lengi að skilja og fatta og þannig þetta var svona, já það var svona eitthvað sem var að hugsa þetta sko fyrir mig. Þú veist, maður vissi alveg að það var stefna, þú veist þetta var, þú veist, ég allavega vildi strax einhvern veginn kynnast Guði betur, ég vildi fara þessa leið, ég vildi, já. Og þú veist, þarna var fólk að gera það líka. Mér gengur frá degi til dags ágætlega að vera kristin. Ég allavega er að reyna það og vil reyna það. En auðvitað er stundum fólk ekki að gera það sem ég vil. Þá svona, já, verð ég kannski fúl út í það. Jú, þetta gengur rosa vel. Ef gengur illa þá fer ég bara með bæn. Við hjónin biðu fyrir svona stórum hlutum. Eða þú veist svona eins og við höfum oft verið einhvern veginn að leita okkur að nýju húsnæði og svona skiptum vinnur og eitthvað þannig. Við biðum rosa mikið fyrir því. Og við til dæmis áttum sko 100 fermetra íbúð í Vesturbænum og allt í einu bara seldist hún ekki eitthvað. Þú veist sem er bara ótrúlega skrítið og allir göftu bara. En svo bara í sömu viku við byrjuðum að skoða húseignir í Breiðholti, þá seldist hún bara daginn eftir. Þannig þú veist, það er margt svona sem ég er alveg viss um að er, sko, kannski ekki bænasvar, en þetta er svona verið aðeins að leiða mann á rétta braut, sko, held ég. Og ég er alveg viss um að hann, þú veist, ég veit það og ég bara upplifa að hann, þú veist, elskar mig og vill það besta fyrir mig, sko. Og þannig ég er alveg svona bara frekar ánað með mig svona, þannig séð sko. Og þá er einfaldara að ég er sáskipt við aðra. Svona fyrir fólk sem þekkir ekki Jesú eða trúna, þá myndi ég kannski bara hvetja það til að prófa það. Að ég veit eins og með mig, þú veist, mér fannst kristin trú og Jesú, það var bara eitthvað ótrúlega fjarlægt og mikið bull og rugl, en svo þú ég fór að hugsa málið, þá vissi ég ekkert. Þú veist, ég hafði aldrei lesið neitt í Biblíunni og ég hafði ekkert kynnt mér hvað Jesú gerði eða hvernig, sko, þú veist, hvernig frelsuðu fólki líður eða þú veist, hvað það er. Þetta var bara glatað og ömurlegt af því að, þú veist, ég veit ekki út af hverju. Þannig að ég bara vil hvetja alla til að, þú veist, gefa sér séns, þó að sé ekki nema bara aðeins að, þú veist, lesa einn kafla eða
hugsa þetta aðeins frá einhverju öðru sjónarhorni en því sem maður einhvern veginn hefur, ég veit ekki hvað þetta sjónarhorn kemur, þetta er örugglega eitthvað bara sem maður finnur hjá sjálfu sér einhvers staðar, eða í samfélaginu eða eitthvað. Þú veist, gefur sér sjálf sko, af því að bara ég fann allavega leið að þetta var gott sko og þetta lagaði rosalega margt sem var að hjá mér, að geta sett traust mitt á einhvern sem hefur vitið fyrir mér sko. Það var mikið laust sko, á sínum tíma.